Það mikil vinna að læra að lifa með sykursýki eins og Díana Jórunn veit. Það þarf að læra ýmislegt starfsemi líkamans sem og mikilvæg atriði fæði, blóðsykursmælingar og insúlín, þannig að bæði líf hennar og fjölskyldunar geti verið sem eðlilegast. Ef þú ert með dælu og skiptir svona dót, stungusett, 3 daga fresti og insúlín til að passa að það sé allt í lagi. Svo insúlín sé ekki of kálna eða hitna og hvort slangan virki ennþá og svo leiðis. Mamma vekur mig alltaf klukkan 7 til að mæla mig til að gáka til sér alltaf lagi eftir nóttina. Þá þarf bara að fara að mæla og gefa insúlín til að borða morgunmat. Svo eiginlega þetta alveg eðlilegt. Þú ert ekkert öðruvísi fyrir utan að þú ert ekkert alltaf að borða eða tekur meira svona máltíðir og þannig. Díana ásamt 20 öðrum börnum í sumarbúðum á Löngumýri í Skagafirði. Þau eru 6 til 12 ára gömul og öll með sykursýki. En þau eru líka með 2 hjúkrunarfræðinga og barnalækni sem sérfræðingur í sykursýki barna með sér, enda tilgangur sumarbúðana líka að læra á sjúkdóminn og miðla reynslu og fróðleik. Núna var ég að lenda því að ég var að gefa mér insúlín fyrir hafragraut og mér langaði líka brauð. Þá var ég 10 og þá þurftum við að vita hvað ég ætti að gefa mér aukalega. Já, sem sagt Díana hún var sem sagt 10 í blóðsykri og þá stillum við það inn hérna. 10 blóðsykri og svo var hún að spá í hvað væri mikið kolvetnum í brauði og mjólk. Og hvað heldur þú, Díana? Ég held svona 25 og þá slær hún inn hérna 25 grömm af kolvetnum inn í dæluna sína og ítir á 8 akti verða það. Hér kemur hún með efstær og veist hvað hún vil láta mig gefa mig. Og svo kemur hún þess á stað. Svo ítir hún mér aftur á 8 og normal bólus aftur og nú er hún bara að gefa mér insúlín. En lífi snýst sem betur fer ekki bara sykursýki. Börn eru jú börn og þau vilja leika sér. Hefur þú verið hérna áður? Já, þetta í annað sinn. Hvernig líkar þér? Bara mjög vel, bara hugsa rosalega vel mann. Eru þið allir í íþróttum, strákar? Ég allavega, já. Í hvað íþrótt ert þú? Fimleikum, fótbolta. Ég körfubolta. Og ég í fótbolta. Hvernig að stunda íþróttir þegar maður með sykursýki? Það erfiðara? Maður þarf bara að mæla sig áður maður fer og bara ef maður eitthvað lár þá þarf maður að fá sér að borða. Þetta var bara léttara en ég hélt. Þegar ég var að byrja kannski bara þegar ég var komin á spítalinn og byrja aftur og bara þurfti mamma að tala við og bara svona ef mér líður eitthvað illa þá bara svona bæja kannski pásu og bara eitthvað svona. Þannig að það þarf bara aðeins að biðja fólk að taka tillit til maður? Já, þetta ekki bara svona, bara að taka tillit og svo eitthvað svona þrúgusykur, það bara svona, þá bara svona setur hann og það svona sykur og þá á það að hækka en ef það dugar ekki þá bara djús og bara eitthvað svona. Það þannig að ef þú ert 4 eða 5 eða 6 já, þá þarfst að fá þér eitthvað að borða fyrir þar því að það er best að vera hærri en 8 þegar maður að byrja á æfingu. Ef maður er undir 8 þá byrja maður kannski ekki strax og byrja rólega og þá fær maður sér borða til þess að vera hærri og annars bara byrja maður og hefur gaman að þessu. En breytti það til dæmis einhverju í lífi þínu að greinast með sykursýki? Nei, ég bara hélt áfram eins og venjulegt líf. En það alveg venjulegt? Nei, samt eiginlega ekki. Segðu mér aðeins hvað breyttist. Ég þarf að fara oftar heima og mæla mig og borða og ég þarf að taka insúlínu með þegar ég fer að borða með vinum mínum. Það breytti svolítið. En skilja, finnst þér vinirinn skilja hvað þetta snýst? Já, en stundur gleyma því að þetta er ekkert ábyrrandi. Þetta stendur ekki utan á manni? Nei. En hvernig finnst þér að hitta aðra krakka bara sem að
díla við það sama á þig? Bara vel. Maður sér bara, þú veist, hvernig þau gerir þetta og lærir allt bara svona á aðra vegu. Hvað finnst þér svona mikilvægast við að koma hingað? Bara að hafa gaman. Börn fá yfirleitt insúlínháða sykursýki sem stafar að því að frumurnar sem framleiða insúlín í brjóskirtlinum eyðileggjast. Orsökin óþekkt en þetta stafar væntanlega af samspili erfða og umhverfisþátta. Barna sykursýki greinist oftast á veturna og óháð kyni. Þessir krakkar koma til okkar eftir nokkra vikna sögu það að drekka mikið og pissa mikið og eru þreyttari en venjulega og foreldrarnir taka eftir eitthvað í gangi, eitthvað óeðlilegt og þau leita til læknis og það greiningin í sjálfu sér einfald þegar þú mælir sykur eða mælir sykur í þvagi. Þannig það ekki flókin greining í sjálfu sér en það sem eftir kemur allur þessi langvinni sjúkdómur sem að þau eru með náttúrulega það sem stærsta vinnan. Líf fjölskyldunar breytist og hlutverk foreldra stækkar. Við gerum stóra mun á milli þess að barn sé sykursýki sjúklingur eða barn með sykursýki og það alltaf mikið munur á þessu. Það að segja að barnið þetta núna með sjúkdómsvandamál sem að þarf að sinna en ekki að það sé orðið sjúklingur. Þetta skiptir rosalega miklu máli gagnvart í hvernig foreldrar sinna barninu. Það erfitt ef að börnin eru komin í svona bómull í raunin og það það sem að þarf að gera að passa upp á það að þau séu börn fyrst og fremst og að það þarf að sinna þeim, það þarf að fylgjast vel með sykrinum og það þarf að gefa þeim insúlín og fylgjast með mataræði en fyrst og fremst eru þau börn og ferð að fá að þroskast eðlilega í rauninni og fá að stunda íþróttir og gera það sem þau að gera. Og einmitt hluta því eru þessar sumarbúðir hérna á Löngumýri. Hver saga þeirra? Já, þetta orðið sem sagt 13 ár sem við erum búin að bjóða börnunum upp og koma hingað til okkar í sumarbúðir. Það hefur náttúrulega þekkt að svona starf hefur góð áhrif og jákvæð áhrif á börnin og þau sem sagt læra náttúrulega svolítið að takast á við lífið í sumarbúðum, að fara í flúðasiglingu, ganga upp á fjall og svo markmiðið náttúrulega líka bara að þau hitti aðra krakka. Það skiptir gífurlegu máli að þau samsami sig við öðrum og fá að tala sína sykursýki og hvernig þau lifa með henni við önnur börn og heyra reynslusögur annarra. Þannig, og svo náttúrulega líka bara að læra meira sjúkdóminn. Þau náttúrulega, þetta bæði svo sem bein og óbein fræðsla. Við erum náttúrulega að fylgjast með þeim í daglega lífinu, hvernig þau eru að höndla að áætla insúlínið og meta blóðsykurinn sinn og huga hollu og góðu fæði og líferni. Þannig að það mikil líka fræðsla sem felst í að koma hingað. En einmitt það að læknir og hjúkrunarfræðingar séu að verja tíma sínum með börnunum á þennan hátt, eru þið ekki að kynnast þeim á allt annan hátt? Allt annan hátt, ekki spurning. Það alveg yndislegt að fá að kynnast þessum krökkum á þennan hátt. Eins og þó ég nú ekki alla sjúklingarna sem eru hérna, þá ég nú ansi marga sem hafa greinst og maður hefur kynnst þeim á spítalanum og undir þeim kringumstæðum að koma inn og leggjast inn á spítala og vera hrædd hvað að gerast og síðan að hitta þau á göngudeild og þar kannski mesti tíminn að fara yfir hvernig gengum með sykurinn og skiptum insúlín eða breyta insúlínskömmtum. En hérna kynnust við þeim fyrst og fremst sem krökkum og það bara yndislegt tækifæri að fá að gera það. Og það sem að líka kannski gera það fyrir okkur, það að upplifa hlið foreldrana. Það að vera að hugsa þau og passa upp á hvernig tölurnar að líta út og að þau séu að borða og þau séu að sinna öllu. Það finnst mér alveg frábært. Maður fer alveg í foreldrahlutverkið líka, mikið meira heldur en læknir þegar maður kemur hérna í sumarbúðirnar. En foreldrar finna að börnin eru góðum og öruggum höndum á Löngumýri og hefur verkefnið fengið styrki víða. Styrktafélag barna og unglinga með sykursýki sem heitir Dropinn, sem raun og veru þá fjölskyldunar, foreldrarnir. Þau hafa unnið þetta með okkur í samstarfsans við göngu til barna og barnaspítalanum og hafa verið ötul við að afla styrkja til þess að gera þetta mögulegt.
Það var margir aðri styrktaraðilar komið að þessu og mér langar til að nefna sérstaklega Thorvaldsensfélagið. Félagið hefur styrkt okkur með myndarlegum hætti undanfarin ár og það ber að þakka. Þetta armband fyrir þá sem eru langveikir og meðal þá sykursjúkra og það getur sýnt að eins og ef ég fell eða eitthvað og ég ligg bara eitthvað staðar þá getur fólk séð að það eitthvað hérna og meðal það getur verið sykursýki og gæti verið í sykufalli. Og hvað á fólk þá að gera? Ef ég alveg í sykufalli þá þetta sérstök neyðarsprauta sem að þú sprautar í lærið og þá það eins og bara að setja sykurinn og þá bara að setja sykurinn inn og það á bara að geta vakið upp held ég. Ég hef aldrei lent í að fella alveg.